Sæl og velkomin í þessu yfirferð. Jæja, við erum mætt hinga til að skoða eitthvað sem gæti fyrir fyrstu sín virst vera þurrar málfræðireglur en, trúðu mér, við ætlum að snúa því upp í eina allsherjar, rökrætta og bráskemmtilega ofurhetjuverkfæra kistu. Við skulum hoppa beint í djúpu laugina og skoða hvernig þessi njálgun getur gert hversdagslegar tjáningar mun auðveldari. Kortið okkar í dag nokkuð skýrt og beinskeytt. Við ætlum að fara yfir það hvernig við færumst frá veru til gjörða, skoða einfalda ofurhetjus-esið og kalla svo til sérstakt hjálparlið fyrir bæði neitanir og spurningar áður en við snýtum þessu öllu saman í eina reglu. Byrjum á byrjuninni. Frá því að vera yfir í það að gera. Hinga til hefur áherslan sennilega farið mest í hugtök sem lýsa því hver við erum eða hvernig okkur líður, með sögnum eins og am, is og are. En núna tíminn til að stækka sjóndeildarhringinn vörulega. Við færum okkur yfir í að lýsa hversdagslegum venjum og gjörðum, að borða, sofa, vinna og hlaupa. Þetta algjörlega nauðsynlegstökk til að geta talað raunverulegt líf. En bíðum við. Hér verður strax að setja út risastort viðvörunarljós. Þetta algengasta gildran. Það má nefnilega ekki, undir neinum kringumstæðum, blanda am, is eða are saman við þessi nýju sagnorð sem lýsa framkvæmd. Það skapar algjöra málsfræðifliksi eða sprengingu sem við viljum forðast eins og heitan eldinn. Og til að byggja upp þessar nýju setningar á öruggan hátt, þá grípum við í einfaldasta verkfærið í kistunni. Hér sjáum við hvernig þetta virkar. Fyrir persónufornöfnin I, you, we og they ferlið eins þægilegt og það gerist. Við setjum einfallega persóna og sagnorðið bent saman. Við fáum setningar eins og I play tennis eða they work every day. Ekkert flókið ferli. Þetta magnaður og þrastur grunnur til að byrja á. En nú fer þetta verða virkilega áhugavert þegar við sjáum hvað gerist þegar skiptir yfir í þriðju persónu. Þegar við erum að ræða he, she eða it, það að segja, staka þriðju persónu, þá fær sagnorðið samstundis smá ofurkraft uppfærslu sem hefur verið kölluð ofurhetju-essið. Þetta pínulítill en rosalega kröftugur stafur sem smeltir aftan á aðal sagnorðið til að gera það reitt. Þetta skapar þessa fallegu andstæðu sem svo skjur hérna. Það fleiðir vel að segja I play tennis, en leið og skiptur persónu yfir í he, þá mætir ofurhetju séð á svæðið til að bjarga málunum og við fáum he plays tennis. Að sama skapi verður they work að she works. Virkilega sniðugt, ekki satt? En rétt á meðan við erum farin að líða eins og algjörum ofurhetjum í þessum nýja málfræðikrafti, þá kemur fram dálítill snúningur. Stóra spurningin hvernig nákvæmlega breytum við þessum jákvæð fullyrðingum yfir í neitun? Hvernig segjum við nei án þess að klúðra öllu? Til að leysa þetta þurfum við nefnilega að kalla inn smá aðstoð. Þessir öflugu aðstoðarmenn þettir sem hjálparorð og í okkar tilviki það orðin don't og doesn't. Lykilatriði hér að þessir orð taka alla erfiðisvinnuna að sér með því að svífa inn í setninguna alveg rétt og undan aðalsagnorðinu. Þetta ferli snýst hreinlega 3 afar skótelt skref. Fyrst metum við hvaða persónu verið að tala Því næst veljum við rétt hjálparorð, don't fyrir I, you, we og they, eða doesn't ef við erum með he, she eða it, og að lokum komum við þessu hjálparorði fyrir nákvæmlega á undan sagnorðinu. Hérna erum við hins vegar komið að stóru órifanlegu lögmáli. Takið eftir að vegna þess að hjálparorðið doesn't inniheldur nú þegar þetta svokallaða ofurheitu yes, þá hreinlega stelur það s-inu algjörlega frá aðalsagnorðinu. Maður segir því he doesn't play tennis án nokkurs s aftan á orðinu play. Þetta rosalega mikilvægt atriði. Færum okkur þá yfir í næstu óskjörum og sjáum hvernig við spyrjum spurningar. Að mynda spurningu fylgir mjög svipaðri hugmyndafræði, en í þetta skipti fljúga hjálparorðin sem auðvitað do eða does alla leið fremst í setninguna og leiða hennar. Og enn og aftur gildir gullnareglan, ofurhetju séð tekið væðarlást í burtu frá aðalsagnorðinu. Við sjáum að spurningin do you play tennis mjög einfalt. En ef does fer fram fyrir vagnin út af því að viðfangsefnið he, she eða it, þá sígur það þetta ofurhetju s af stóru sögninni eins og segul. Útkoman verður bein og skýr, does he play tennis, og þá við þetta án nokkurs auka s aftast. Við skulum núna draga þetta allt saman í eitt stórt og gott yfirlit. Ef við skoðum þessa rökfræði saman í einum prakka, verið að lýsa venju eða framkvæmd. Notum aðalsagnorðið.
Erum við með þriðju persónu eintölu, he, she eða it? Við skellum ofurheitus esinu á. Erum við að segja nei eða spyrja spurningar? Þá köllum við á do og does. Og síðast en alls ekki síst, algjör gullregla. Ef þessi hjálparorð eru mætt á svæðið, þá fellur s-ið skilyrðislaust niður af sagnorðinu. Sem skilur okkur óneitanlega eftir með hálgerða spennu. Þegar við erum búin að ná algjöru stjórn á þessari grundvallarreglubók ofurhetjannar, þá hlýtur maður að spyrja sig, hvers kyns aðrir magnaðir málfræðikraftar og tungumálaleyndamál skyldu eiginlega bíða þarna úti, alveg tilbúin til að vera uppgötvin næst. Takk fyrir að horfa. Haltu áfram að læra með Slowingo.